Benedikt Rúnar Guðmundsson. Benni, deildakeppnin að baki, en núna nýtt mót að byrja. 8 úrslit og það eru þínir gömlu félagar, KR-ingar, Íslands og bikarmeistarar. Þetta verður eitthvað. Já, ég nokkuð sem að þetta verður eitthvað. Svona erfitt að kannski að ráða í þessa seríu. Við erum búin að spila við á 2 og tapa illa einu sinni og vinna stórt einu sinni. Það er ekki eftir að segja og þeir tapa illa einu sinni. Jó, hugsanlega, en nei, þessi leiki voru algjörlega svart og hvítt og við vorum alveg hræðilegir í KR-heimilinu, þar sem voru bara algjörlega jarðaðir, en vorum síðan fantaflottir heima og við teljum okkur eiga góða möguleika á móti þeim í höllinni, hörku grifi vel studdir og svo verður aðalverkefni að reyna að stela einum í KR-heimilinu. En það náttúrulega eins og þú segir, og við vitum, þeir eru ógnarsterkir, þeir töpuðu illa hérna og kannski vilja reyna að koma veg fyrir að það gerist aftur, en þið þurfið þá kannski að rifja bara upp hvernig það fór í DHL-öllinni, þannig að reyna að jafna það út. Já, við náttúrulega þessi sigur okkar hérna mótið það gefur okkur náttúrulega sjálfstraust og trú á því við getum lagt á hérna og lagt þetta firnasterka KR-lið. En á móti þá held ég komin nú ekki kærulausir hringar aftur og verður töluvert einbeittari þegar mæta henni til leiks norður á laugardaginn. Menn tala það að KR-ingar hafa verið svolítið brokkingir í vetur miðað við það hvað menn áttu von á með allar þessar stórstjörnur innanborðs. Þeir hafa verið að misstiga sig af og til og það hefur við reyndar gert líka, bara aðeins oftar. Þannig en núna ekkert ráðrúm til þess að vera að misstiga sig. Nei, nú það búið. Nú þarf bara allt að vera í full swing hjá þeim liðum sem ætla sér langt í þessari keppni. Þannig að núna getum við til dæmis ekki og strákarnir átt 1 góðan og 1 slakan og nú þurfa menn að spila vel leik eftir leik ef að fara eitthvað mikið lengra áfram. Og KR-ingarnir þurfa að fá sína kanónur í gang sem að ég grunar að hafi nú bara verið að bíða eftir úrslitakeppninni. Hafi nú ekkert kannski verið þvílíkt mótiveraðir í þessari deildakeppni, verandi Íslandsmeistarar síðustu 3 ára og vitandi þetta ræðist allt í úrslitakeppninni. Þannig að ég býst við KR-liðið hérna sem að fara að keyra sig í gang núna. En að samanskapi má kannski segja að það hefði kannski verið glannaskapur að vera samt öðrukæri því að það gefur dálítið mikið að ná toppsætinu upp á heimileikjari eftir annað. Já, enda þeir gerðu nóg til þess að vera með heimavallarréttinn út úrslitakeppnina. Margir leikirnir hjá þeim voru kannski ekkert voðalega sannfærandi en þeir kláruðu það alltaf og gerðu bara það sem þurfti, ekkert meira en það. Þannig að núna hljóta alltaf að fara að gíra sig upp. En allavega núna baráttan að hefjast og það kannski það sem þú þarft og okkar strákar að gera, það að vera meðvitaður það að ekki ráðrúm til neitt að mistiga sig eða gera neitt, heldur vera á fullu frá að til öð. Já, við erum náttúrulega tæknum þetta bara þannig að við höfum alltaf að vinna, ekkert að tapa og það enginn sem á vona á. Við förum og hendum KR hérna í sumarfrí, 3-földum Íslandsmeisturum og núverandi bikarmeisturum þannig að við getum spennustigið okkar ætti að vera mjög gott. Það sem að pressan náttúrulega öll á þeim. Þannig að við komum bara og gerum okkar allra besta og höfum bara trú á því að með því að bara láta vaða og allir að gera sitt allra besta að þetta geti tekist. Það náttúrulega hver einasti haus liggur við sem að hefur reynslu á því að fara í úrslitakeppnina en hér á bæ eru þeir öllu færri. Sem hafa þá reynslu. Já, ég meina Lúis náttúrulega þekkir þetta og Yngvi búinn að prófa þetta þó hann hafi nú lítið spilað í tindastóðsliðinni fyrra. Þröstur náttúrulega búinn að fara í gegnum þetta og svo erum við þessi ungu strákar sem við erum búin að setja svo mikla ábyrgð á síðustu 2 tímabil eins og Raggi og Tryggvi sem að fara að upplifa þetta einhverja alvöru í fyrsta skipti. Sindri líka og hann að menn bara að njóta og svo segja við höfum enga að tapa. Við höfum allt að vinna og þegar maður í svoleiðis stöðu þá maður bara að njóta þess að vera með og gefa allt í þetta
sjá síðan hverju það skilar. Við kíkjum bara á töfluna þegar þessi leikir eru búnir. Og svo þetta þannig að það vilja allir vinna meistarann og koma kannski ekstra gíraðir inn í þannig leiki. Já, ég hef engar áhyggjur að menn séu ekki gíraðir í þetta að fara að spila á móti besta liðinu, stórveldinu og Vesturbænum. Þannig að það maður þarf ekkert að mótivera menn fyrir þetta. Menn eru klárir. Já, pottþétt. Þannig, ég segi bara gangi ykkur vel. Takk fyrir það.